Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Mari Lilja og hjá mér í dag eru virkilega góðu gestir. Það Katrín Oddsdóttir, mannréttindalögfræðingur og Andrés Ingi Jónsson, formaður framkvæmdastjóri. Framkvæmdastjóri heiti það? Já, Dýraverndarsambands Íslands. Verið velkomin. Takk, kjalla. Takk. Herði, það svo sem að nóg að taka og þannig að þið verið að tala rosa hratt. En þetta dýravelferð og dýravernd eitthvað svona sem að við getum öll verið sammála að hafi svona svolítið fengið að sitja á hakanum allavega svona síðustu ár, jafnvel áratugi. Þar má nefna bara laxeldið og svo eru þetta bara áhrif á virkjana á lífríki og svo það bara þessar framleiðslu aðferðir sem við erum að nota. Hvað verður þitt svona fyrsta verk, Andrés Ingi, svona í nýrri stöðu? Í rauninni ég bara að koma með kapasitet inn í félag sem búið að gera alveg rosalega mikið á síðustu árum. Stjórnin hefur á síðustu svona 2 árum sett kannski 3 mál í forgang hjá Dýraverndarsambandinu, að berjast gegn hvalveiðum, að berjast gegn blóðmerahaldi og að svona taka út búfjáreftirlit sem er stundum í algjöru skralli og þetta eru atriði sem við ætlum bara að halda áfram að hamra á. Nú búið að gefa út langt leyfi til hvalveiða og sannarlega eitthvað sem þarf að berjast gegn það. Bara endalaust. Ótjöfbundið rúllandi sem alveg nýtt. Þannig að þar þarf virkilega að halda áfram að þrýsta og blóðmerahaldið enn stundað. Það sem hefur gerst hins vegar á síðustu árum að almenningur orðinn meðvitaður þetta. Þetta var einhvern veginn að eiga sér stað í kyrrþey en í gegnum aktivisma og með aðstoð meðal annars frá Dýraverndarsambandinu þá var þetta bara framreitt fyrir almenning þannig að fólki misböð algjörlega. Fólk bara vill ekki sjá sem að fari með dýr. Og búfjáreftirliti vonum við að sé að komast í betra horf vegna þess að ný ríkisstjórn setur í stjórnarsáttmála að færa dýravelferðina frá matvælaráðuneytinu yfir til umhverfisráðuneytis. Og það er aðskilnaður sem við höfum talað fyrir lengi og meikar fullkomið sensa og sért með eftirlit með hollustuháttum í matvælaframleiðslu, þú veist svona iðnaðar elementið á einum stað en fólkið sem að sér að dýrin sjálf njóti bara sinna sjálfsögðu réttinda á einhverjum öðrum stað. En byrju, verður samt ekki mast með báða posta, hvað breytist? Það ekki búið að útfæra þetta nefnilega. Okay. Nú nefnilega þurfum við að passa upp á að þetta gerist almennilega. Það sem að við töluðum í skýrslu sem Dýraverndarsambandið gaf út á síðasta ári var að það yrði stofnuð sérstök dýravelferðar eining sem gæti annarkvort verið svona sjálfstæð mikroeining eða orðið hluti af til dæmis náttúruverndarstofnuninni sem að núna undir umhverfisráðuneytinu. Það sem að friðlýst svæði og ýmislegt fór undir einn hatt. Það er svona eðlilegt. Myndi manni finnast að það væri náttúruverndin. Gæti vel virka mjög illa núna eins og þetta Þetta er bara, ég er búin að vera að vinna í þessu blóðmeradæmi fyrir erlend dýraverndarsamtök einmitt og þín samtök og þetta er hrikalegt Það er hrikalegt að sjá hvernig mast bregst sínu skildum hvað varðar verja velferð þessar dýra. Nú sendum við þeim aftur vídeó sem eru tekin eitthvað með svona undercover af þessum dýraverndarsamtökum sem sýna bara ofbeldi gegn þessum óléttu hrissum og alvarlegt, mjög alvarlegt. Blóðmerahaldið svona fyrir þau sem ekki vita, það er þetta þegar að hrissunum haldið í raun, hvað kallast það, fylfullum. Já, en það er verið að taka til þess að taka úr þeim hormónablóð. Já, taka úr þeim blóð til þess að í raun og veru selja í verksmiðjubúskap í útlöndum til þess að svín og þá giltur framleiði meira af grísum heldur þeim eðlislægt annars. Þetta er ekki eitthvað svona krabbameinsveik börn eða eitthvað. Við erum búa til annað vandamál sem líka dýravelferð vandamál annars staðar með þessu en þetta er mjög arbært og það sem svo sjúklegt við þetta það að það hægt að framleiða þessi lyf með kemískum hætti. Það þarf ekki að fórna velferð þessara dýra til þess að gera það. Það er eitthvað dýrara en það er hægt og við erum búin að skrifa undir einhverja Evrópureglugerð sem segir það að ef það er að gera tilraunir á dýrum í vísindaskyni eins og þetta er búið að ákveða fall undir þarna, bara
eftir búið að segja það, þá verðum við að meta það hvort hægt sé að gera þetta án þess að láta dýrið þjást og þar myndi þetta strax falla á því prófi og það sem mér finnst svo ótrúlega alvarlegt við þetta það að núverandi matvælaráðuneytið lofaði eftir alveg bara öllu fögru fyrir 2 árum og sagði að sjálfsögðu munum við innleiða þessa reglugerð hér en svo hefur það ekki verið gert og MAST undirstofnun þeirra og ráðuneytið bara einfaldlega tekur ekki á þessu, hvorki MAST né ráðuneytið framkvæma það lofvort sem þau lofuðu eftirlitsstofnun EFTA þegar EFTA sagði þið megi ekkert verið að gera þetta við erum 1 af 3 þjóðum í heiminu sem tekur svona blóð úr óléttum merum sko það er Kína, Argentína við og kannski mögulega einhver einn viðbútt þetta er bara, þú veist, þetta er ekki eitthvað sem að venjuleg Evrópuríki gera stunda, bara höfum það alveg á hreinu og þetta er, þú veist, við sáum Kveiksþátt sem kom í febrúar í fyrra sem var óhugnarlegur þar sem að blóð bændur sko sem sumir eru bara æðislegir og vilja bara dýrunum sínum alltaf besta voru að segja frá því hvernig þeir eru hvattir til að þagga niður þegar dýrin drápust út af einhverjum ömurlegum starfsháttum dýralækna sem kunna ekki gera þetta og annað, þetta er hræðileg saga og ég held að við munum átt okkur á því reyndar í mörgu tilliti hvað varðar dýravelferð eftir nokkur ár hvað við erum aftalega á merinni og hvað við erum að gera hlutina illa og hvað við erum í raun og veru litla samkennd og skilning á því hvernig á að koma fram við aðra skynuða verur og það er ótrúlega sorglegt. Ég held að þetta sé nefnilega ekki okkar eðli ef það hægt að tala slíkt sem þjóð. Ég held að við séum frekar tengd náttúruna mörgu leyti og höfum samkennd með dýrin sem við umgöngumst en svo veit fólk bara helst ekki vita því hvernig eggin kom í bakkan eða hvernig kjúlinn lendir í bónus eða hvernig sko hamborgarhryggurinn birtist á disknum en þegar leið og fólk fær þessa innsýn þá er því misbúðið og það hættir. Við erum þetta mjög stolt af sko landbúnaðarháttum þegar kemur að íslenska lambakjötinu og það er bara eitthvað sem við erum búin að flytja út og hérna. Já, mér finnst líka, þú veist, þar ef ég ímynda mér að setja mig bara í spor eitthvað stýrs ef það má, þú veist, ég held að sé bara næs að vera íslenskt lamb, þú veist vonandi þeim ekki slátra á okkur hörmulegan hátt en almennt að fá bara að ganga frjáls eitthvað stöður upp á fjalli svo drepa svona 30 kannski að það væri mannár þú veist, og einhver étur mig þú veist, ég er ekki vegan svo ég skil það að þú sumdýr láta lífi til þess að aðrir borði en ég held að við horfum tilbaka á hana verksmiðjubúskap eftir svona 20-30 ára og segjum þetta er sko okkar holocaust. Já. Þetta er ógeðslegt. Það er farið, þú veist, það var að klippa hala á einhverjum grísum og gildurnar getur ekki snúið sér við og þú veist, þetta eru bara svona hlutir sem bara, ég vil alltaf tala þá í fjölmiðlum, þeir eru svo ógnulegir og við erum ekki með eins konar eftirlit eða stjórnsýslu sem getur gripið inn í og verða þessi dýr. Þú veist, þetta er náttúrulega bara ömurlegt. Og það er líka, sko, það er náttúrulega búið að færa dýrin bara frá því að vera það sem þau eru. Það er búið að rækt upp eiginleika í þeim sem er ekkert náttúrulegir, þannig að sko, norsku systursamtökin voru til dæmis að berjast gegn einhverju ákveðinu kvæmi af kjúklingur sem var verið að rækta sem við kallum monsterkjúkling af því að þetta er eintak sem er þróað til þess að vaxa svo miklum hraða að það bara eyðileggur alla stóðgrindina og það bara þetta eru þessi sem að geta aldrei staðið upp af því þeir eru með svo þunga bringu. Já, dýrið getur aldrei verið bara einstaklingurinn sem það á að vera heldur er þetta alltaf bara einhvern veginn bara hjól í þessari framleiðslukeðju og það er náttúrulega vandinn við verksmiðjubúskapinn og vandinn sem við horfum líka fram á í sauðfjárræktinni líka að sko kröfur markaðarins, það er þessi sko ofbóðslega og framleiðsla bara. Já, líka kröfur að þetta sé ódýrt, að þetta sé alltaf uppfyllt hver einasta krafa þú veist, það sé aldrei skortur á neinu. Það verður til þess að sko, kostnaðinum er í rauninni velt út á eitthvað annað. Það er umhverfið sem ber kostnaðin eða dýrin eða vinnuaflið. Það er alltaf eitthvað sem að ber kostnaðin af því að við fáum eitthvað ódýrt til okkar sem neytendur. Já, og þú hefur aðeins látið til því taka Katrín í þessum sjókvíaræktum sem að eru núna verið að bora eða svona pota alls staðar við í alla firði. Seyðisfjörður þau hafa nú verið duglega að koma hingað og svona vekja máls á undirskriftasöfnun og öðru. Hvað sérðu fyrir þér að nýr ríkisstjórn eigi eftir að stöðva þessa framkvæmd á Seyðisfirði til dæmis eða eitthvað neginn svona? Já, ég ætla að trúa því. Já. Ég ætla að trúa því að þau getur hennilega ekki annað. Ef þau gera það ekki, þá eru þau vitleysu með við lögin, vitleysu með við reglurnar og vitleysu með við fólki í landinu. Já, að hvaða leyti? Að hvaða leyti? Nú, fyrsta lagi, sko, það bara smá forsaga. Það var á mánudagi rannút frestu til að skila andmælum
við tillögað rekstrarleyfi frá Matvælastofnun fyrir þetta sjókvíaeldi Seyðisfirði og svo sambærilegt starfsleyfi frá Umhverfisstofnun. Þannig að þau segja, við ætlum að gera þetta svona, við ætlum að leyfa þetta, þið hafið mánuð til þess að koma með andmæli, svo mánuðið setna þá bara verða þessi leyfi keyrð í gegn nema andmælin séu alvarleg. Og ég fekk breaking news, ég fekk tölvupóst frá forstjóra MAST í morgun sem sagði mér að það voru yfir 200 umsagnir sem bárust eða athugasemdir sem ég hugsa sér einhvers konar met og einhvað af þeim eru auðvitað bara fólk sem er að copy-pasta og segja bara stopp nú af því það er náttúrulega algjört einstæmi að 75% heimamanna vilja þetta ekki samkvæmt könnunum og samt áhugt að tróðu satt náinn í fjörðin þeirra en það sem að mjög stil áhugaverð sem ég fengið núna undanfarið og kannski líka er að segja frá í fyrsta sinn er umsögn Veðurstofunnar þessi tillögu að rekstrarleyfum því hún sýnir svart á hvítu hvað það er hrikalega slæleg rannsókn á því hvað getur farið úrskeiðis ef þetta eldi verður að veruleika. Það er ekki búið að meta almennilega hvað gerist ef að þessi rosalegu ofanflóð sem Seyðisfjörður því miður er alltaf í hættu á að verða fyrir ef þau lenda á þessum mannvirkjum sem eru sjókvíarnar, það er mjög augljóst hverjum heilvita manni að það verða bara slysasleppingar sem er kannski best case scenario og versta sem geti gerst verið það að það myndi splundrast þessi búnaður og teppa sjóleiðina að þorpinu í miklum ofanflóðum. Þetta hefur ekki verið metið almennilega og það hefur heldur ekki verið farið bara í gegnum skipulagið sem var útskýrt hvað ætti að meta, það átti að meta hafís, hættuna, hún hefur stundum verið algjör þarna, það hefur verið þörungur sem hefur drepið allt eldi einu sinni 2001 eða eitthvað og svo framvegis, svo eru annars konar náttúruvá líka og af því að það er búin að mynda svona ákveðin tendens inn í stjórnsýslunni að leyfa bara þessum fyrirtækjum svolítið að komast upp með að svona þrjóska sér í gegnum öll ferli, þá eru bara svona risavaksin göt í rannsókninni hvað gerist ef þetta leyfi verður veitt. Og það er bara algjört basic 101 lögfræði, brot á rannsóknarreglu, stopp, ógilda, hæja á. Þannig að ef við hefðum ríkisstjórn sem ég held við höfum, sem hefur bara eðlilega skynjun á það hvernig hún bara ver borgara sína og náttúru landsins, þá munu þau taka sig saman, best væri að bara Hanna Katrín og Jóhann Páll umhverfisráðherra og Logi Einarsson fjarskiptaráðherra tækju sig saman og segðu bara að það verða engin ný leyfi gefin út fyrir við erum komið með almennilega lagaramma utan sjókvíaeldi sem misheppnaðist á síðasta kjörtímabili því miður og við erum komið með stjórnsýslu í landinu sem sýnir það að þessi fyrirtæki geti starfað í sátt við náttúru landsins og nærumhverfi sín. Það eru þau ekki að gera. Ég meina, Kaldvík, fyrirtæki sem ætlar að tróða sér hérna í Seyðisfjörð án þess að fólki þar vilji það, þau voru að gera sig það að drepa 700.000 lítil seiði núna bara á síðustu vikum af því þau bara höfuðu sér gáleysislega og svo er verið að tala um það einhvers staðar hjá fólkinu sem er hvatningamenn þessara framkvæmdara þau séu svo æðislegi dýravinir. Ég meina, það er rosa fyndið að hugsa sjókvíaeldi og sko ef við getum heyrt í þessum dýrum, við eigum erfitt með að setja okkur í spór fiskana en við sjáum þessar myndir til þess að Veiga Gretar sem við tekið það sem að þau eru lúsjætnir, lifandi einhvern veginn og svo verið að greina slátra þeim og svona, þú veist, ég veit alveg að það þarf að fæða þessa jörð og annað, en þú veist, þessi framleiðsla, það er búið að gaslýsa okkur svakalega með það að þetta sé eitthvað svona eina leiðin. Það kostar miklu meiri orku að búa til 1 kíló af svona eldislaxi heldur en það sem við fáum út. Það þarf að þórna einhverjum sojaökrum einhvers staðar annars staðar og annað til þess að fæða þau. Þetta er bara eitthvað svona fínamannamatur í Evrópu, þar sem fólk vil borða sitt sushi í friði og þannig og það er engin sérstök mannréttindi að borða sushi. Og hvað þá að kostna náttúru Íslands, að kostna smárra þorpa eins og Seyðisfjarðar sem á að gera einhverju iðnaðarpleysi gegn þeirra vilja og kostna velferð þessara dýra. Þannig að við erum bara komin í eitthvað algjört rugl á Íslandi. Noregur er að sjá hræðilegar afleiðingar af þessu og við getum ekki einu sinni tekið það og hort á það og sagt, ok, snúum við heldur ætlum við að halda áfram. Þetta er svona sjálfseyðingakvöt, stjórnsýslulega sjálfseyðingakvöt og ef að ný ríkisstjórn er ekki með nóg mikilla meðvitund núna rétt eftir kosningar til þess að taka á þessu, þá er bara einhvers konar afskriftatími á íslensk stjórnvöld finnst mér. Bara allir sendir heim og bara fara í Tetris eða eitthvað. Og svo, þú veist, það er náttúrulega ekki flókið hvað það er sem við þurfum að uppfylla til að geta réttlægt að rækta dýr til matar. Við þurfum að tryggja þeim bara mannúðlegar aðstæður með þau lifandi og þurfum að tryggja að aflífun eigi sér stað með skjótum og mannúðlegum hætti. Sjókvíaeldi er að flaska á þessu ítrekkað.
Þannig að þú ert búin að nefna lúsina, það er ekkert annað en það er ekki í samræmi með neina velferð að láta dýr búa við að vera einhvern veginn étin af sníkjudýrum. Þú komist ekki burt einhvern veginn og þetta er martröð. En síðan ertu meira sem með þannig að sko margar leiðinum til að losna við lúsina eru líka slæmara þegar þær hafa slæm áhrif á lífríkið í kringum kvíarnar. Það þarf að eitra fyrir þeim. Já. Og síðan eru kvíarnar, þær eru ofsetnar, það er of mikið af fiski í þeim. Ég meina við erum með sko strangari reglur fyrir kjúklinga í einhverjum þaulætlisbúum, þar er bara skilgreint hver kjúklingur fær marga rúmsentimetra en þannig eru reglurna miklu svona losaralegri og síðan það sem gerist í þessum rosalega seiðadauða fyrir austan 714.000 seiði sem drápust, þá var það vegna þess að þeim var hent út í of kaldan sjó. Það fengur bara sjokk. Fengur sjokk og dóu. Og hlutaðum dóu reyndar á leiðinni af því að það var ekki búið nógu vel þau í prammanum sem kom þeim á endastað. Þannig að það þarf bara að tikka miklu betur í öll box sem snerta velferð í þessum iðnaði til að hann sko geti réttlætt að ganga áfram. Sjáum við slísasleppingarnar í Patreksfirði sem núna í annað sinn búið að fella niður lögreglurannsókn gagnvart. Og maður hugsa bara ef það er ekki hægt að nýta þessi refsiákvæði í lögunum í svona tilfellum, þar sem einhver stöðustjóri sem áttu að passa upp á þetta er á tenni og þú veist, það glemdist að slökkva okkur ljósum og þetta er bara svona, þetta gerist á löngum tíma, þetta er svo innilega augljóst gáleysi og að því að lögreglustjóri þar segir að það var ekki alveg ljóst að forstjórinn eða framkvæmdastjórinn hefðu verið meðvitaður það eða gáleysir það hvað var að gerast, þá bara er ekki hægt að refsa. Meina, þá getur bara þá sagt, bara strengum bara út allar refsiábyrgð í lögunum ef þá ætlar að túlka þetta svona. Þannig að við erum ekki bara með þá stöðu að það er búið að dreifa valdinu svo víða, við erum bara með algjörlega fragmenteraða stjórnsýslu, brotakennda og fjársvelta. Þannig að allir vísa á hinn, bara akkurat þetta er ekki mín ábyrgð, hann verður að gera það. Og svo erum við líka með það að það er búið að dreifast í mörg ráðuneyti, þannig að enginn með yfirsýn. Svo erum við með það að fyrirtækin komast síðan upp með skelfileg brot gegn þó þessum auma lagaramma sem við höfum og þá grípur ekki eftirlitsvaldið inn. Þetta er bara lýsing á algjöru svona regulatory capture eða eftirlits yfirtöku eins og stundum talað þar sem einhverju fjársterkir aðilar er búin að ná þannig tökum á hennu opinbera kerfi að það hefur engin úrræði til þess að bregðast við verndarhagsmunum lagana sem er íslensk náttúra. Sáum þetta líka með hvalveiðarnar. Þar sem að fjársterkur aðili hefur svona tangarhald að þeir virðist á í allavega síðustu ríkisstjórn og núna horfum við bara á þessa nýju leyfisveitingu sem einmitt rúllar áfram bara út í það óendanlega. Þetta er eitthvað svona framkvæmd sem að þú hefur sagt, Katrín, sem bara lögfræðingur, þetta bara þekkist ekki, þetta ekki verið til. Ég held að þetta sé bara bullandi ólumætt, sko. Ég veit að Bjarni Ben er búin að nota rólegu röddinu sína til að láta alla trúa að það sé það ekki, en það er það víst. Og ég bara vona að við fáum það úr því skori bráðum með ákveðnum hætti sem við erum að láta reyna á. Út af því að þetta að, þú veist, öll stjórnsýslufræði er stjórnskipunarréttarfræði, þetta er óbúslega leiðilegt orð, bara stjórnarskráin er æðstu lögin í landinu, hún ræður öllum öðrum lögum og hún er bæði skrifleg en líka eru til reglur sem eru ekki skrifaðar og heita venjur og þær hafa líka gildi með jafn háum svona status og hún, okay? Og hún segir, þessi stjórnskipuna venja sem er skrásett í öllum fræðibókum sem ég lesi undanfarna daga, að það er bara í boði að gera allra nauðsynlegustu ákvarðanir í starfsstjórn. Það er bara í boði að gera allra nauðsynlegustu. Það megi ekki þurfa, það eru hlutirnir sem þola ekki bið sem þú gerir þegar þú ert með vald í starfsstjórn. Að gefa út hvalveiðileyfi löngu áður en vertíð byrjar sem auk þess ótímabundið er eins fjarri því að vera bráð nauðsynleg aðgerð og hægt að ímynda sér sérstaklega í ljósi þess að það búið að skipa starfshóp sem er að rýna bæði löggjöfina og stjórnsýsluna og hann ætlaði að skila af sér í febrúar. Þannig að í öllum eðlilegum kringumstæðum þá hefði góður og grandvís ráðherra sagt ok, ég býða sjálfsögðu eða veiti næstu ríkisstjórn sem var að fá mjög sterkt umboð heimild til að afgreiða þetta mál. En við erum að horfa fram á það, við erum með Bjarni Benediktsson gerir heiðarlega tilraun til að skipa Jón Gunnarsson, besta vin aðal, í þetta mál þegar það misheppnast út af einhverju furðulegasta atburðarási ég séð, einhverju leka rugli, þá stekkur hann inn sjálfur og veitir þessa leyfisumsókn ótímabundna. Þú veist, þetta er eins galið að það gerist og ég veit að það eru bara einhverju ráðherrar nýrra ríkisstjórnar búin að stíga fram og segja að það er miður ekki þetta að gera eins og þau séu bara í einhverju dáleyslu. Það er bara hreinlega rangt að þetta sé boðlegt og auðvitað
berum við öll ábyrgð á því þegar það farið svona skuggalega gegn reglunum í landinu okkar að einhvern veginn að rétta þann kúrs af. Langskynsamlegast væri að Alþingi myndi bara A, hittast og byrja að vinna og B, búa til lög sem að stoppa þessar veiðar once and for all, að þetta gengur náttúrulega ekki og það getur enginn talið segja einhverja bótaskyldu eða koma bara ný lög í landinu sem segja bara nú erum við hætt að veiða hval. Það bara algjörlega heimilt og Alþingi hefur fullt vald til að ráða því. Andrés gerði nú heiðarlega tilraun til þess að meðan að starta þingi ásamt fleirum úr Viðreisn og Samfó og Flokki fólksins. Já, Flokki fólksins, þannig að við vitum alveg að það er vilji og leiðin er skýr hvernig hægt er að gera þetta. En þú veist, það ætla að vera eitthvað svona, þetta er bara búið að gert en leiðinlegt, þetta er bara algjör steypa og hvítþvottur. Og síðan, sko, svo náttúrulega vantar inn í þetta að mögulega var Bjarni ekki einu svona hæfur til að gera þetta út af tengslum við fyrirtækin sem ræðir. Hann á í þeim, er það ekki? Já, eða svona fjölskyldu tengsl inn í hval. Faðir hann sem að féll frá átti í hval. Ég held að það hafi verið búin að selja sig út, sko, að því þau voru einmitt eitthvað ósátt við því að það var sólund öllum arðinum í þessar hvalveiðar, sko. Þau eru bara venjulegir kapitalistar. Það eru ekkert ofboðslega sjálfbærar. En svo náttúrulega, sko, það sem að, það sem gerðist síðast þegar var hvalveiðivertíð var að þá allavega var almennilegt eftirlit með þeim. Þá voru eftirlitsmenn í hverju skipi og fylgdust með aðferðunum og þar með höfum við bara skýra tölfræði sem sýnir, svo ekki verið umvilst að þetta er ekki mannúðlegar veiðar og það er ekki hægt að réttlæta þetta. En það er aldrei áhugavert að skoða sko kostnaðin við það. Nú borgar Kristján Loftsson 50.000 krónur í veiðileyfi fyrir hverja langreiði sem hann drepur. Ég held að Alþingi hafi samþykkt 200 milljónir aukalega út af eftirliti og rannsóknum á síðustu vertíð. Bara hvalveiðar? Bara hvalveiðar. Þannig að þetta eru sko kostnaður ríkisins við þessa sportveiði er líka orðin bara óréttlætanlegur. Ja, hann hleypur í alveg á milljörðum. Ég sat einu sem er manni sem búin að fylgja þessu máli eftir í meira en áratug og hann fór að þylja upp svona bara þá kostnaðarliði sem hann mundi eftir sem hefði fallið á ríkið út af þessu brölti og þessari, einkennilegu ástríðu eins milljarðamærings til þess að trófíhönda þessi stóru spendir og þetta, hann bara byrjaði, það var þetta, það var þessi ferð, það var þetta, þegar við komum okkur inn í þetta, það var þessi nefnd, það var þetta, þú veist, þetta er galið hvað er búið að fara mikið af opinberu fé í það að viðhalda þessum undarlegu veiðum sem síðast í gæra fyrradag Evrópuþingi var einmitt að taka fyrir og gefa okkur Íslandingum mjög bágt fyrir að vera eitthvað heimila enn á ný. Og það er eins og við séum einhverju svona mótþróa og þroskuröskun að segja víst ráðum við okkar eigin málum og ég ætla víst að berja haustum ógeðslega fast við hennar veg, haha, ég vann. Samt bara svona á þú veist, í sumum málum. Já. Að því að svo félum við okkur á bakvið sko Evrópulöggjöfina í öðrum. Já. Þegar kemur að mannúð og svona. Þannig að erum við að tala um hluti sem það skiptir einhver máli hvernig þú kastar þessum tening, það kemur alltaf upp rautt. Þetta er óarbært, þetta er ómannúðlegt, þetta er löngu úrelt, þetta er ekki hluti af okkar arfleið eða eitthvað slíku, það er bara kjaftæði. Þú veist, þetta eru ekki mikilvæg störf í heildarsamhenginu, útflutningstekjur eru ekki verulegar. Þú veist, það er ekki hægt að vera bara eitthvað atvinnufrelsi og hvað sem er. Við erum einmitt sem þjóðfélag alltaf að stíga í átt að því hvað erum við, skilur við? Þá getur líka alveg sagt bara, allir ættu að strippa hér í beinni og selja sig. Við tökum ofta ákvarðanir um að takmarka atvinnufrelsi vegna þess að við erum með eitthvað sem heitir bara samfélagsleg viðmið og það að það er engin sérstök bara heimild frá Guði sem datt í fangi á Kristjáni Loftsinni að eldast við þessi risa kvikindi og skjóta þau margoft og horfa á þau blæða út eitthvað þó að honum finnst það skemmtilegt út af því að það er ekki einu svona markaði fyrir þessu Japan lengur. Þú veist, þannig að þetta er bara, það skiptir engu máli hvar þú grípur niður, þetta er alltaf galið og ég veit alveg sumum finnst eitthvað svona, nei, það má enginn segja okkur fyrir verkum, sérstaklega ekki neinir útlendingar, eitthvað. Þessi narratífa, hún er alveg mjög sterk, sérstaklega í eldri hópum innan samfélagsins og kannski svona meira þeim sem búið á landi og annað, en það er verið að fórna rosalega miklu líka, við verðum að muna það, alveg svo með sjókvíaldið, það sem fólk segir, bíddu nú við, þetta er atvinnusköpun, eins og sé ekkert hinum inn á línunni, það eru 3.000 fjölskyldur á Íslandi sem reiða sig á laxveiði og hafa gert kynslóðum saman að selja þessi leyfi í sátt við náttúruna, þú veist sem mér finnst vafasamt hvernig að vera við þessi dýr, ég er ekki big fan sko að vera eitthvað pína þessar laxa, en þú veist, þetta er samt atvinnuvegur. Akkur ætti að fórna öllum þessum störfum sem eru margfalt fleiri heldur en þessi örfáu 100 sem við höfum fengið í sjókvíaldinu sem auk þess sýnir okkur nýja rannsóknir að eru fyrst og fremst farandverkamenn
einhleypir kallmenn, þú veist, það er ekki verið að búa til eitthvað svona fjölskyldustemningu í litlu samfélögum sem getur þá vaxið orðið sjálfbær. Og eitthvað sem að við borðum svo öll að því að við erum svo svöng. Nei. Það er bara ekki þannig. Þannig að við erum bara í einhverju svona rökvillu endalaust spólandi og það er svo leiðilegt við Íslandi að geta ekki komið sér betur upp úr hjólförunum hraðar. Þú veist, það þurfa alltaf að taka 6 ára af einhverju kýti í staðin fyrir að komi bara einhver og segja bara þetta er bara augljóslega galið, eins og með Seyðisfjörð, augljóslega galið að fara að setja niður eitthvað sjókvíaldi sem er stórkostlega hætta á að skemma fjarskipti okkar, að rústa þessum ofanflóðum og gegn vilja íbúana. Ég meina, það þarf ekki að vera þú veist, ég ætti bara að geta sagt punktur og þetta var bara afgreitt. Það er ótrúlegt þetta sé ekki. Þú minnist það því og minnist á laxveiðina þá las ég nú svona rýndi í Hvammsvirkjun og það eru einn af þeim hlutum sem er nefndur þarna í einhverjum skjölum eftir að ég las eftir að hún var slegin út af borðinu. Þar er talað stærstu laxveiði á Íslandi sem er Þórisvatn. Okay. Einmitt. Þarna munu af öllum líkindum allir þessi laxastofn drepast ef hann fer undir einhvers konar virkjunarkost. Og þú veist, þetta er bara svona eitt af þessum málum. Nú hefur nýr ráðherra, Jón Páll, sem að þáði nú ekki búið að vera hjá okkur í dag. Nú er hann búið að það verði búið til nýtt regluverk fyrir einstaka virkjanir. Það er auðvitað alveg ansi margt svona með tilliti til dýravelferðar sem þarf að skoða þegar veittar eru virkjanaheimildir. Hefur þetta til dæmis verið gert? Það er með þig. Já, nú held ég að dýraverndarsambandi hafi ekki endilega sérstakar skoðuna og ég þekki Hvammsvirkjun ágætlega því að ég var í umhverfisráðuneytinu fyrir ár og öld þegar rammaáætlun var í umfjöllun bara 2012 og þá var laxinn stóra málið. Þetta er svo óvenjuleg virkjun í íslensku samhengi vegna þess að hún er íbyggð, ólíkt einlega öllum virkjunum sem hafa verið gerðar fram að þessu og hún er líka, þarna er einmitt miklu meira lífríki heldur en í einhverjum hálendisvirkjunum. Og vassmikill foss og Já, alls konar. Og Landsvirkjun hefur verið að koma með alls konar hugmyndir það hvernig eigi að svona sigla framhjá því að laxastofninn tortímist við þessar virkjanir. Og nýjasta og það sem er í þessari endanlegu útgáfu eru seiðafleitur. Það er einhver mekanismi til að koma seiðunum framhjá eða yfir virkjunina, eitthvað tæki sem er óvíst að virki og meðan er ekki búið að sýna fram á að það virki þá vitum við ekki hvaða áhrif þetta hefur á laxastofninn. Það sem gerðist síðan þegar að rammaáætlun var afgreidd síðast var að ráðherrarnir 2, fyrst Guðmundur Ingi og síðan Guðlaugur Þór, þeir lögðu fram sömu tillögu Þjórsá, sögðu að verkefnisstjórn rammaáætlunar hefði bara komist að því að það var ekki hægt að skera úr þetta á þeirra stigi. Það verið bara fyrir eitthvað tíma seinna. Hvort sem það er í umhverfismatinu eða í kæruferlunum. Það væri dálítið slæmt eftir að Alþingi er búið að gefa boltan svona frá sér, tók bara það sem ráðherrarnir sögðu og rúllaði þessu áfram og sagði, það díla bara eitthvað við spurningunum seiðin og laxin einhvern tímann seinna. Ef Alþingi myndi síðan bara setja sérstök lög til þess að myndi enginn díla við spurningunum seiðin og laxin á neinu síðara stigi. Af því að þetta er, það er alveg sama hvað fólki finnst hvort innleiðing á vatnatilskipun ESB sé rétt eða ekki og hvort orðalegi nefndaráliti á sínum tíma make sense eða ekki. Eftir stendur að þetta er rosalegt inngrip inn í þetta vatnsflót. Þetta er rosalegt inngrip inn í lífríkið í ánni og það er framkvæmdaraðilans að sýna fram á að það sé réttlætanlegt eða hann geti gripið til mótvægisaðgerða til að verði minna. Og ég hef ekki lesið dóminn en ég ímynda mér að það hef ekkert breyst frá því skoða þetta síðast hún í kjölinn og Landsvirkjun sé ekki búin að sýna að þetta sé allt bara tipptopp. Og meðan hún er ekki búin að því þá liggur sönnunarbyrðin ennþá hjá henni. Þá er það ekkert löggjafans að stíga inn og segja, heyrðu, það bara býtar ekki þó þau sé ekki með þetta hreinu, við bara kýlum á þetta. En það er kannski þess vegna sem að svona fólk svo þið sem að vinnur í þágu dýrana, það er mjög mikilvægt að því að það er sem virðist að þetta eins og segir, þau svona gefið frá sér boltan og þegar kemur að velferð dýra þá er
þú veist, þeir eins og stjórnsýslan öll einhvern veginn hugsið svona, þú veist, þessi pæli bara í því, eða við pælum í því seinna, þetta einhvern veginn svona afgangs. Og svo bara gleymist að pæli. Og svo bara gleymist, einmitt. Já, ég meina eins og við sáum, sko, dýraverndarsambandi var nú að, ræskja sig aðeins fyrir í vikunni þegar voru rýmingar út á snjóflóðahættu fyrir austan í Neskaupstað og það rýmdi ekki allir hestaeigendur hesthúsin sín. Það voru hestar inn á hættusvæði sem lögum velferð dýra kallar náttúrulega á að þurfi að taka út af hættusvæði til að tryggja velferð og öryggi en það var ekki gert og þá er einhvern veginn enginn með boltan að sjá til þess að það sé gert. Liggur vandinn í því að eigendur hafi ekki viljað gera þetta og hver á þá að stíga inn í og láta það gera þetta eða gátu þeir ekki fundið pláss fyrir hestana sína annar staðar, akkur þá ekki rýmingaraðilinn að hjálpa þeim eins og fjöldahjálpamiðstöðar snúast að hjálpa fólki að fá gistingu fyrir sig sjálft og fjölskyldu sína, þá hlýtur að vera hægt að hjálpa dýraeigendum að finna rými fyrir dýrin sín þegar þarf að taka þau út af hættusvæði. Það ætti að vera til í áætlun væntanlega, það er til svona mörg dýr í bænum. En vandinn er að almannavarnalög skilgreina dýr ekki sem dýr. Þetta eru bara eignir. Og eignum er bara bjargað einhvern tímann og einhvern tímann. Þannig að almannavarnalög segja að við þurfum að koma fólki í öryggi og svo einhvern tímann setna þá getum við spáð í eignum. Það vantar þennan milliflokk sem væri þá við erum búin að redda öllu því brýnasta fyrir fólki, það er orðið örugt. Nú getum við rýmt dýrin út af svæðinu þannig að þau séu líka örugg og svo getum við spáðið eignir ekkert að setna. Þetta er lagabreiting sem við þurfum að fá í gegn sem fyrst. Og við komum aðeins inn á verksmiðjubúskapinn bara í upphafi sko það sem að ég hugsa oft er eggjaframleiðslan og þessi og bara kjúklingaframleiðsla almennt. Þetta er eitthvað svona sem að hefur alltaf komið upp svona reglulega. Það eru svínabúin og svo er það kjúklingabúin. Þetta eru þessi svona framleiðslu frekustu dýrabú sem að við höfum hér á landi og oftar en ekki þá eru þetta mjög slæmar fréttir og slæmur aðbúnaður, það eru viðbjóðslegar og forneskjulegar einhverjar aðferðir við að deyða dýrin eða losa sig við bara úrgang eða eitthvað. Er þetta eitthvað sem að þið hafið skoðað sérstaklega? Já, ég fór yfir ferilinn og fattaði að fyrsta fyrirspurning sem ég lagði fram sem þingmaður 2016 var einmitt brúneggjarmálið. Þá bara þá hjálpuðu fjölmiðlar okkur að sjá hvað ástandi væri slæmt inn í þessum búum. Og vandinn alltaf við verksmiðjubúskapinn er að hann er rosalega lokaður. Það er mjög erfitt fyrir utanakomandi að sjá inn og sjá hvað aðstæður geta verið virkilega slæmar. Það er mál sem svona reis og svo kannski lækka eða aftur og ég er ekki viss við höfum náð fram öllum þeim umbótum sem að það mál kallaði á. Nei. En þarna er algjörlega þarna er eitthvað sem að verður að fara að þrýsta og við erum með bæði lagarama sem að leyfir allt og mikið og svo erum við með framleiðendur sem að leyfa sig kannski að gera meira en lögin heimila og eftirlit sem er ekki í stakkbúið til að taka á því. Þannig að hvort það eru halaklippingar á grísum eða það hvernig kallkyns ungar eru tættir í sundur á eggjabúum. Þetta er allt saman eitthvað sem við þurfum að fara að skoða hvernig er framkvæmt hérna á Íslandi. Ég hef enga ástæðu til að trúa að þetta sé neitt skárra hérna en í verksmiðjubúnum sem er verið að berjast gegn í Evrópu og við þurfum að fara að fá þessa umræðu miklu meira upp á yfirborðið. Mér fannst áhugavert að því ég hafnaði þessu dýramálum fyrir einhverja hálfgerða tilviljun. Ég tók aldrei sérstaka ákvörðun að breyta fyrir einhver dýralögfræðing en það gerðist bara að því ég sogaðist inn í þetta hvalveiðimál og svo hef ég áhuga á náttúruvernd og svona eitthvað þetta búið að gerast. En það sem að þau segja mér sem eru mestu svona sérfræðingarnir í þessu er það að við erum alveg bara mjög mikið og eftir í þessum málum varða dýravelferð. Það fannst mér leiðilegt að heyra. Ég hélt kannski af því að það er ekki svo langt síðan við vorum eitthvað með svona nálægt dýránum bara almennt skilur við bara flestir byggt bara þú veist, fyrir nokkru kynslóðum bara með dýrunum sínum og lifðu á þeim, þá held ég kannski að við værum með þetta meira í okkur að passa upp á þau. Og ég held að hafa orðið stóra breytingar undanfarið, til með samþjöppun, ég held að hafa til með verið meira af svínabjúum þar sem að svínin gátu verið frjáls og það voru miklu mannúðlegra aðstæður og svo hafi þetta svona safnast á hendur fárra og ég fekk daginn svar að því ég var að spyrja MAST bara svona sem áhugamál. Það var að spyrja af hverju farið ekki eftir þessari reglugerðum sem bannar það að séu klipptir halarnir af grísunum.
að þetta er alveg skýrt. Það til einhver reglugerð velferð svína og það segir bara að það má ekki klippa hala af svínum. Þess að halinn þeirra svona tjáningatæki, þetta svona svo rófa á hundi og svín eru bæði jafn gáð og hundar og mikil félagsdýr og mjög hrein, þau eru æðisleg. Kilturnar gefi grísunum nöfn og þetta er geggjudýr æðisleg dýr. Já, og en það er kannski ekki alveg að geggja lífið sem við bjóðum upp á, en allavega þá segir MAST eitthvað svona, já, alveg rétt, það stendur í þessari reglugerð að það eigi ekki að klippa þessa hala af, en til þess að það þurfi ekki að klippa halan af, þá þyrftu þau að hafa stærra pláss og það hefur ekki verið gert þrátt fyrir fyrirmæli, eða koma bara nei, þetta má ekki vera svona, þú mátt ekki segja bara, þú vilt ekki gera það svona þar til að uppfæra lögin eða uppfylla þessi lög, þá getum við því miður ekki elst meira við það, næsta mál, ég meina þetta sýnir mér aftur, hvernig MAST þarf að vera annarkvort, annarkvort dýravelferðarstofnun eða einhverju framleiðsluvinur sem veitir leyfi og passar upp á einhverja ísóstaðla í einhverjum vasskerfum, þú getur ekki eiginlega gert bæði og þegar ég spurði þennan sama lögfræðing hjá MAST, hvar get ég séð þessar eftirlitsskýrslur, þá sagði hann, þú þarft að senda gagnabeðinni og svo spurði ég, hvaða skýrslur get ég fengið, þá bara kom þögn. Það er svona einhver tregða við það að sýna á spilin sín hjá svona stofnunum sem MAST sem ég veist vera mjög vafasöm, því hún ætti að fagna því að fjölmiðlar eða lögfræðingar eins og ég eða dýravelferðarsamtök eins og hann starfa fyrir séu að reyna að hjálpa þeim að vinna vinnunni sína vel. Og þegar við vísuðum þessari kæru á þessu ofbeldi sem þessar fylfullu hrissur urðu fyrir, þá settstu niður og skoðu þessi vídeo og sögðu, ekki alveg ljós hvort það sé að sparka í hausinn á henni eða stjaka við höfðun á henni með fætinum, skilur bara hvenær stjakar maður við höfðunu á einhverju bara með fætinum. Og nú sendum við þeim alveg tonna vídeo með viðbóta sem þetta er bara mjög augljóst og það er ekkert komið út úr því og þau sögðu mér síðast í gær að þetta með að þau ætlaði að klára þetta í janúar, tefst þangað til febrúar, þetta er allt eitthvað svona. Í millitíðinni þá er búið að koma í veg fyrir það alveg eins og með umhverfismálin að fólk eins og Andrés vinnur fyrir dýravelferðarsamtök og fólk eins og ég sem reynir að starfa í þá þeirra gagnvart lögunum komist almennilega að. Þannig að þegar ég reyna að fá að kæra eitthvað fyrir hönd kannski náttúruverndarsamtakanna eða dýravelferðarsamtakanna þá er oft sagt bara þú átt bara ekki aðild að þessu máli og hvað á þá þessi grís sem var að klippa halana var að mæta og segja bara blessaður Stefán heiti ég og ætla að kæra meðferðin á mér eða hvernig á að láta reyna á þetta þetta er eitthvað sem er alveg fáránlegt að sé ekki búið að laga og að stjórnsýslan sjá ekki bara sóma sinni að túlka þetta allt saman rúmt og segja bara auðvitað tökum þessa kæru ef það er eitthvað að þá lögum við það í staðinn fyrir að vera ef það er eitthvað að þá felum við það. Þetta er alveg skelfilegt hugafar sem verður að uppræta. Já. Og þetta er náttúrulega vandamál bara í öllum græna geiranum að kerfið gerir allt sem það getur til að halda röddum almennings frá borðinu. Hvort sem það er í gegnum svona aktivista lögfræðinga eða samtök sem er að vinna einhverjum ákveðnum hagsmunum að þá er alltaf hægt að finna einhverja svona þrönga túlkun sem þýðir að þú hefur ekki aðild og getur ekki haft skoðun á málin á formulegan hátt. Og það, þurfum bara að opna faðminn til þess að byggja upp traust á þessu kerfi, til að gera kerfið betur og til að fólk sjáu að það sé vilji til þess líka innan þess. Ég held að fólk óttist sem að vinnur inn í þessu stofnunum það að það verði rosalega vesen allt saman. En ég hef líka unnið í öðrum málaflokki sem tengist þessu ekki, sem eru málefni fatlaðra. Og þar hefur við lagt rosalega mikla áherslu á það að fá samráð og merkingabært samráð og við erum að vera hamra á þessu ár eftir ár og ég hef séð hvernig fólk í stjórnsýslunni fær svolítið svona sér ljósið að lokum. Hvað þetta er sniðugt að vera í raun í samráði við alla aðila og fólk sem hefur ólíka reynslu og berst fyrir ólíkum hagsmunum gerir einfallega það verkum að þú ert fljótar að taka góða ákvörðun, það er ólíklega að hún verið rekin onnið aftur og hún er miklu ódýrari. Þannig að þetta er svo mikill miskilningur að vera alltaf að reyna að slökkva ljósin alls staðar og vona að enginn komist upp með eitthvað smá skítamix sem þú ert að gera, þannig að geta eðlilega íslenskt að vera í einhverju skítamixi, við skulum alveg hafa það á hreinu að það gerist bara á ýmsum bæjum. Það er ekkert eitthvað hræðilegast í heimi. Það hræðilegast í heimi er að reyna að vera alltaf að leyna því. Því það vefur utan sig og þá er vandamálið orðið svo grasserandi. Þannig að ef að þau myndu bara algjörlega breytum aðferð og segja bara, ok, það er fullt sem er ekki í lagi, fáumst við það, setjumst niður, kortleggjum þetta og finnum út í hvað forgangsröð við getum kannski leyst þetta, og leifum öllum þeim sem að hafa áhuga á þessum málum að koma að með sínar hugmyndir og sínar tillögur, þá myndi þetta vera miklu einfaldara. Það hljómar bara mjög lýðræðislegt líka. Já. Og samlíkingin er rosalega góða því að við erum með samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem skuldbindur stjórnvöld til að eiga þetta samtal, en við erum líka með Árósasamningin sem að skuldbindur stjórnvöld til að eiga þetta samtal í ákvörðun sem varð umhverfið. Það hins vegar hefur aldrei verið innleitt almennilega
og kerfið er einhvern veginn að streitast á móti endalaust. Kannski því náttúran hefur ekki rödd, dýrin hefur ekki rödd. Já, kannski vegna þess að það er mótstaða frá einhverjum hagsmunum. Í málefnum fatlaðs fólks þá er mótstaðan kannski óljósari. Það er engin fyrirtæki sem græða á því að endilega halda fötluðu fólki niðri, á meðan það eru business hagsmunir hinum megin að sjá til þess að kostnaður lendi bara á umhverfinu eða dýrum án þess að fyrirtækin þurfa að bera hann eða þurfa að gera hlutina betur. Af því að þá ertu bara farin að snerta tékk eftir því á einhverjum stórfyrirtækjum. Já, eitt svona svæstnasta dæmi þetta er kannski þegar einhver sata á birtingu laga varðandi sjókvíaeldið, einhver ráðuneytis típa sem að lét frestaði því að lög sem Alþingi hafði samþykkt kæmust í birtingu og þá gátu fyrirtækin til sjókvíaeldis skotið umsóknunum sínum að á meðan og þannig sparaði þessi tiltekni starfsmaður apparently þeim einhverja milljarða að því nýju lögin gerðu miklu meiri kröfur að fara eftir alls konar tilmælum og annað og þau eru ennþá þessi mál sem ég er að fást við í sjókvíaeldi, það er alltaf bara sorry, gömlu lögin gilda, voru búin að sækja já þú sóttir ykkur 400 tonn á okkur allt öðru svæði og nú ertu byggðum 10.000 tonn á 3 nýjum svæðum, hvernig er það sama umsóknin en það er bara foot in the door dæmi, sko, þú ert komin með fótmilli stafsahurðar og nógu ógeðslega frekur, þá tekst þér ótrúlega oft að tróða þér inn það sem átt að kema. Þetta er svo rosalega tölur, þú veist, að því að við erum að tala bara sjókví, þú veist, tonn, þú veist, borða Íslendingar svona mikið Íslendingar borða náttúrulega ekki brota þessu, sko, þetta er náttúrulega, og flestir sem ég þetta fer út, þetta er flutt út að langstærstu leyti. En ég meina, þú veist, almenningur í öðrum löndum, ég meina, það er ekki... Þau sjá bara eitthvað Great North Atlantic Salmon Fresh, eitthvað, þú veist, þau sjá bara fyrir sér eitthvað stökkandi lax í einhverjum fossi, sko, held ég oft. Og kannski ekki minnskust ekki þessa hálf lúsjætnu hræður sem eru að syndi þessa vofulegu hringi í einhverjum skelfilegum aðstæðum hjá okkur sko. En það sem að þú veist, já, það sem að ég hef mestan áhuga á í þessu öllu saman er bara hvernig læknum við stjórnsýslun okkar. Þú veist, raunverulega, bara út frá einhverjum svona kærleysríkri nálgun, ekki bara eitthvað svona þið eruð fávitar eða fólki sem þarna vinnur er spilt, þetta er ekki endilega þannig. Þetta er kerfi sem er búið að gera svo mikið af villum að það er orðið, mynstrið er orðið villuvænt. Og við þurfum bara að fatta hvernig við sko stoppum að það að við séum að veita ný leyfi sem eru með sömu villunum í sér. Ég meina, ég kærði einhver 4-5 svona leyfi í fyrra og slattaðin var ógiltur fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Sorglegasta dæmi var Sandeyri sem var fullkomlega óspjölluð sandströnd á Snæfjallaströnd og eigandi þess máls fór mér að reyna að stöðva sjókvíaeldið þar. Og ég gerði allt sem ég gat, ég fór mér sér lögbannsmál til að reyna að stöða þetta og þá sagði sýslumaðurinn á Vestfjörðum, já, 100 milljónir í tryggingu ef ég á að taka þetta fyrir. Þetta var allt svona, skil, það var hvergi hægt að draga inn eina handbremsu, svo bara kom fyrirtæki, setti sjókvíaeldina niður og þá loksins eftir að þau voru búin að starfrækja þetta í einhverja mánuði kom niðurstaða frá úrskurðar- og auðlindanefnd. Og þá ógilt hún bæði hin svæðin sem voru á þessu leyfi vegna þess að þetta var forkastanlegt en sagði með tilliti til meðalhófsreglu að þetta svæði er ekki ógilt. Þannig að þetta er fullkomið dæmi það sem hefur svo ótrúlega oft gerst í umhverfisvernd á Íslandi að fyrirtækin bara vaða af stað og valda óbætanlegum skaða sem að enginn þorir síðan að vinda ofan af, af því þá eru fjárhagslegir hagsmunir svo ægilega miklir og þá myndast bara þessi gríðarlega meðvirkni og ég hef setið á fundum með öllum forstjórum allra stofnana sem tengjast þessum málum. Ég bara gerði það sem svona systematist sko bara tilraunaverkefni að hitta það öll og þú veist, það er ekkert eðlilega oft sem að bera góma hvers konar fjárhagslegir hagsmunir eru í spilinu og annað sem á ekki að vera þeirra vandamál eða þeirra pæling, sko, þeir eiga bara að skoða lögin og fara til því eða það kemur upp eitthvað svona hvað þau séu vanmáttug og hvað þeirra ábyrgð sinn og í raun og veru lítil sneið af heildarkökunni, þú veist, en ef allir myndu alltaf hugsa svona, þá myndi aldrei neitt gerast sem er gott, þú veist, þá myndi allt gerast sem er vont, þannig að það verður einhvern veginn að laga svona sálina í kerfinu nánast sko. Það stofnana minni eitthvað sem búið eiga sér stað og það er búið að berja svo á þessum stofnunum með fjárhagslegum hagsmunum og lögfræðingum og einhverju grimmilegri frekju fjársterkra aðila. Þeir þora bara einfaldlega ekki að standa með þeim hagsmunum sem lögin segja þau eiga að standa með. En við erum kannski með, þú veist að þú talar að við höfum fjarlægst sko tengslin við dýr í Íslendingar. Og bara allur heimurinn. Já, en það er samt smá svona já og nei að því og þar held ég að sé kannski ofurkrafturinn í því að finna sálina í kerfinu, að næra hana svolítið. Vegna þess að ef við skoðum bara sko dýraverndarsambandi
lang elst af þeim félagasamtökum sem eru á sviðinu og svona kannski með þeim sterkari. Við til dæmis fengum sko mörg 100 dýraverndara til að leggja félaginu mánaðarlega fjárstuðning sem gerur okkur til dæmis kleift að vera núna með starfsmann sem að sko kemur okkur bara upp í aðra deild í því hvað við getum gert. En það að geta á stuttum tíma smalað öllu því afli bara inn í eitt félag, bara fjármagn frá almenningi sem er crowdsourcað, það sýnir að út í samfélaginu fullt af fólki sem er tilbúið til að leggja eitthvað að mörkum og svo erum við með öll hinn félögin, bæði formleg og óformleg. Við erum með samtökum dýravelferð sem að vildi aðeins svona róttakari rödd heldur en var boðið upp á í félagaflórun á sínum tíma. Við erum með villiketti, við erum með dýrfinnu sem er að sko leita upp í hunda, upp fjöll og fyrnindi og koma þeim til eigenda sinna. Og bara alls konar dýr. Ég fekk þau mitt hérna þegar hann Diego týndist. Nákvæmlega, og svo erum við með þú veist, hvað er talað fleira? Villikanínur sem er að reyna að vekja fólk til umhugsunar að það ekki að sleppa gæludýrunum sem það er búið að gefast upp á bara í Elliðaárdalnum af því að það er dálítið slæmur dauðdagi fyrir kanínu að bara veslast upp úr hór og veseld þar. Og svo erum við alltaf Facebook-grúppurna þar sem fólk er að hjálpa dýrum í neyð og er að skipuleggja það að fara út á köldustu dögum og gefa öndunum og bara passa upp á það að við séum ekki að missa öll þessi dýr frá okkur. Já. Það er svo mikið af fólki með svo mikið af hjarta í þessum bransa. En þau hafa kannski ekki beinlínis rödd inn í enn verksmiðjubúskap sem er, þú veist, það er náttúrulega bara svo Ásveits síðan sem er bara annar staðar, skiljið. Já, en þetta eru gæludýr mestmægnis sem þú tellir upp hérna. Fólk myndar tengst við þau að því það ákveður að vera með þeim. Þú veist, svo ákveður bara að borða einhvern kjúkling sem það er aldrei séð. Já, en það er náttúrulega líka svolítið svona, þú veist, bara sko yfirvalda og stjórnsýslunar og svo bara einhvern veginn svona stemningin í samfélaginu einmitt að, þú veist, að líti í hina áttina. Það er einhvern veginn búið að aftengja okkur. Við megum ekki vera með grísi heima. Ég skil ekki akkur er ekki bara, þú veist, eftirlitsvélar eins og á gosinu í öllum þessum svínabúum og annað, skilur. Akkur megum við ekki bara sjá þetta? Nei, ég menn það var líka það sem að mér finnst við vera farin að tala í kringum brúnekkimálið 2016, þetta er aldrei langt síðan. Að við þyrftum bara að hafa bara kamerur sem væru aðgengilegar alltaf. En þetta er náttúrulega það sem dýravelferðarsvið þyrfti að gera ef það á að vera eitthvað bit í því, þá þyrfti að bæði að bara hafa einhverja beintög inn í öll svona verksmiðjubú og þyrfti síðan að vera í hulduheimsóknum, bara hægri vinstri, bara óboðuðum heimsóknum. Núna það er búið að draga úr fjármagni til eftirlits hjá MAST bara ár frá ári í langan tíma. Fyrir viki þá er það ekkert að droppa inn upp á Kjalarnesi og sjá hvernig grísirnir hafa það. Nei. Og það er svona samt koma alltaf svona smá ljós í myrkri eins og þegar skýrslan kom í maí fyrir 2 árum hvalveiðarnar. Það var reyndar því að þakka að Svandís sagði þá sem matvælaráðherra held ég að það veitið, gert einhver svona reglugerð þar sem sagði að það ætti að hafa þetta eftirlit og MAST hafði síðan þá hlutverk að greina frá því hvað kom fram í eftirlitinu. Þannig að það var nú Svandís að þakka en síðan stóð MAST sér vel fannst mér. Þessi skýrsla sem kom þarna út og olli miklu straumhverfum í hvalveiðimálinu var vel unnin og hún Þóra sem ég held hún heiti sem hafi verið höfundur hennar er orðin sko yfir dýralæknir núna hjá MAST, þú veist, og hún gerði þessa skýrslu, þetta var góð skýrsla. Þú veist, þannig að þau eru við og við að gera gott mót, en svo kannski að maður svona hamast inn í þessu eins og ég er búin að vera að gera núna aftur fyrir ykkur undarlega tilraunir, þannig að þá sé maður bara, þú veist, það er líka rosa mikið verið að reyna bara svona að ég hættu eitthvað, þú veist, og það er mjög slæmt, vegna þess að þau ættu að vera á sveif með dýrunum alltaf, fyrst mér, eða þá þarf annars að færa þennan bransa eitthvað annað sem einhver fólk sem hefur þessa köllun sem Andrés var að lýsa hérna sem svo margir hafa í samfélaginu að bara virkilega vinna að velferð dýra, að það fá að vinna vinnunum sín í friði og svo þau geta rifist hvar mörkin liggja svo, hversu langt með þessi ganga til þess að það sé ekki lengur hægt að gera eitthvað og allt það. En það sem við erum að sjá er það að það kemur út einhver stórkostleg skýrsla sem segir það verið að pynta þessi dýr, fagráðið velferð dýra segir það er satt, það er ekki hægt að veiða þessi dýr mannulega, Köttú, Bjarni Ben gefur út ótímabundið leyfi til að veiða þessi dýr. Þetta er staðan á landinu okkar, þið veitir. Og hvert einasta dýr sem Kristján Loftsson sér til þess að verði skotið af þessum hvalbátum sínum mun verða veitt í andstöðu við lög velferð dýra. Það sem mér finnst svolítið svona erfitt í þessu samhengi að því að vald fólksins er til dæmis að sniðganga.
sniðganga þau matvæli sem eru ekki einhvern veginn unnin eftir þeirra og þú veist, hugmyndum bara eðlilega meðferð. Sko, af því að þetta eiginlega allt flutt út. Hvalur, laxar, lömb, svín, allt þetta. Ég held að svín og lömb sé nú... Það er mjög mikið innanlands. Já, það er mikið innanlands. Lömb og kjúklingur held ég á nötkjöt. Þannig að það er, jú, fólk hefur tækifæri þá til þess að sniðganga einmitt. Jú. Já, ég spurði einhvern svona dýranörd, bara hvernig get ég keypt egg sem ekki búið að vera vondu við dýrin. Það var bara, þú ætti að vera í Hagkaup í Kringlunni. Þar er eitthvað svona mjór bakki frá Hrísey. Og þetta var svona sem þetta bara, það er leynihurð undir kælinum og þú getur skriðið þar í gegn í aðra vitt og náður í eitthvað eitt egg sem þú getur síðan maulað í, þú veist, 4 mánuði eða eitthvað. Svo er það, og þetta er auðvitað svo marglaga að við erum orðið svo góðu vön. Það er að hafa þetta stöðuga aðgengi að óbúslega fínum, næringaríkum, feitum mat. Nú er þorrinn að byrja. Það er eitthvað sem við getum horft til. Við áttum matinn okkar ansi lengi. Við áttum hann í súr og það er nú svona ástæðan fyrir því að það sem held í okkur lífinu. Þurfum við ekki einhvern veginn bara svona kollvarpa því hvernig við lítum á bara samfélagið og umhverfið í kringum okkur? Jú, mér finnst flott sem Andrés var að segja áðan með þetta, þú veist, það er ekkert endilega okkar heimting að fá alltaf allt nákvæmlega þegar við viljum það. Kannski er bara stundum ekkert sniðugt að sé til lambakjöt í búðinni. Af því það kannski bara ekkert sniðugt að geyma eða rækta svona mikið af því. Og svo stundum kannski bara aldrei sniðugt að kaupa hvalkjöt. Og svo er til sko einhver ber sem stundum á borð og stundum ekki og ég meina þetta er alveg, við erum auðvitað orðin dálítið svona frek í því að vilja bara fá allt sem okkur langar í öllum stundum, skilurðu. Það talaði um svona seasonal fruits og rótagrammeti best á haustin og svona. Já, er þetta svolítið eins og kannski með orkumálin þegar við erum eitthvað svona hvar eigum við að virka næst því við þurfum öll að vera á Tesla. Þú veist, vandamálið, orkakrísan er náttúrulega, það er bara ekki verið að raða forgangsraða. Þú veist, fólk er bara að eyða allt mikil orku í eitthvað rugl. Það er vandamálið. Vandamálið er ekki hvernig getum við haldið áfram að hækka ruglstaðalinn og mættunum. Þú veist, heldur hvernig getum við minnkað alla þessa rosalegu neyslu. Þú veist, þetta er náttúrulega bara svo stór spurning. Þú veist, en það er auðvitað þannig að það borgar sig að reyna að borða ekki svona mikið af dýrum. Þú veist, dýr eru mjög óumhverfisvænn matarkostur og sérstaklega að vera að borða dýr sem hafa bara fengið það eina hlutverk að þjást alla tíð til að þú geti étið. Það er bara ekki gott mót, sko. Ég skil ekki alveg okkur við það eðlilegt. Og það er líka það fyndna þegar sko, það er náttúrulega fullt af fólki fyrir að draga úr neyslu á dýraafurðum til þess að þetta bregðast við þessu ástandi, bæði sko, aðstæðum dýra og líka umhverfisáhrifunum af því að vera að rækta svona mikið af þeim til neyslu. Og það er alltaf að tala um það sem svona einhverja neyslustýringu og þú veist að reyna einhvern veginn að hafa stjórn á einhverju sem við eigum ekkert að reyna að stjórna því að fólki er bara að fá að vera fólk í friði. En þá horfið það alveg framhjá því að á síðustu svona 30 árum það hefur verið rosaleg neyslustýring í áttina að dýraafurðum. Kjötneysla per mann hefur stór aukist bara frá því að við vorum lítil. Þannig að það er ekkert að flippaðast að í heimi að fólk bara ákveða að sleppa einni kjötmáltíð í viku. Það var ekkert alltaf kjöt. Og það er engin svaka fórn heldur, af því að þá ertu samt bara að þú ert meðaljón að borða bara fullt af kjöti í hverju viku. En ef við myndum öll gera þetta, þurfum ekki öll að verða vegan, en ef við myndum öll sleppa einni kjötmáltíð í viku, þá erum við að tala um sko 20% samdrátt í neyslu og dýraafurðum. Það er bara hellingur sko. Já. Það er mjög mikið. Við skulum láta þetta vera að loka orðin þó við getum haldið endalaust áfram. Andrés Ingi, Katrín Odds, takk kærlega fyrir að koma og ræða dýramál, dýravelferðarmál og við hlökkum til að fylgjast með ykkur í framhaldinu. Takk. Tókið við, því hér eftir auglýsingar kemur meira. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.